Já, Davíð Sverrir, það er stór tilkynning á Njarðvík í dag. Eiður Aron mætti til félagsins. Hvernig bara svona, var erfitt að selja þetta verkefni? Ég skal bara viðurkenna það, ég þurfti ekkert að selja honum þetta verkefni. Hann bara hringdi í mig og spurði hvort ég var að leita hafsend og hvort við ættum að taka round 2 á þetta og ég var bara klár. Hann virtist vera spenntur fyrir verkefninu og gaf það til kynna að hann vildi vinna með mér áfram og það er bara hrós fyrir mig og líka bara hrós fyrir félagið að hann vilji taka svona þátt í þessu verkefni sem er framöndan hjá okkur. Eiður Aron er búinn að vera einn besti hafsend bara í efstu deild, þannig að þetta er svona gríðarlega metnaðarfullt svona skref fyrir Njarðvík og þeir voru tilbúnir að taka. Já, ég er bara ánægður með félagið og Eiður þetta að þeir hafa náð saman og mér skilst að Eiður hafi sýnt það í sínum samningaviðræðum við félagið að hann vildi virkilega vera hjá okkur og valdi okkur fram yfir önnur félög og það er bara gríðarlega gott og hann veit alveg að hann kannski þekkir mig og svona hefur eflaust fundið líka fyrir krafti stjórnarmanna Njarðvíkur að við ætlum okkur að reyna að gera eitthvað en ég er bara spenntur fyrir að fá Eið og þekki Eið vel og við virðumst ná ágætlega saman og bara vonandi getum við keyrt á þetta og bara áfram gakk. Náttúrulega, já, eins og segi, gríðarlega metnaðarfull svona, já, bara prófíl sem er að koma og því svona sjálfur báðir búin að vinna titil saman og vantilega er stefnan hlýtur að vera sett bara á að taka einn annan þó að sé bara lengjudeildin. Já, ég meina, titill er alltaf titill þó að sé bara lengjudeildin, það er bara stórt að vinna lengjudeildin og það er gríðarlega erfitt og það er ofboðslega krefjandi verkefni. Við sjáum það að það er ofboðslega margir klúbbar sem ætla sér það sama og þetta verður alls ekki gefið og þetta verður ofboðslega erfitt deild í sumar þegar það kemur en jú, ég meina, við erum búin að vera ófeimnir við það að segja að við ætlum okkur að komast upp úr þessari deild og það markmið hefur ekkert breyst og vonandi líka er þetta ágætt vísbending það að Eiður sé komin og ætti sér að gera þetta með okkur. Þannig að ég er bara óbúslega spenntur fyrir þessu en enn og aftur við þurfum að algjörlega leggja allt í þetta og ég ætla bara að taka það aftur fram að deildin verður óbúslega erfið. Það eru margir klúbbar þarna, við erum að tala um Fylki, við erum að tala um Vestri, við erum að tala um HK, við erum að tala um Þrótt Reykjavík. Það eru margir sem eru með háleit markmið og klúbbar þarna klárlega líka sem ég er að gleyma og það er alltaf eitthvað svona black horse í þessu líka sem verður svona óvænt. Þannig að eins og ég segi, ég gerir mig grein fyrir að verkefnið er krefjandi en ég er alveg ófeiminn við að segja það að við ætlum okkur að reyna að komast upp úr þessu deild, það er klárt mál. Þú nefndir sjálfur á kynningafundinum, þú ætlar ekki að stoppa stutt í lengjudeildinni. Þetta er svona, ætla bara statement signing í dag og svona, eigum við vona á okkur fleiri svona bombum frá Njarðvík? Já, ég menna þú veist, ég held líka bara að svona það sem að félagi hefur verið að gera núna undanfarið, það sýnir að það ætti sér að gera eitthvað og ég hef nú yfirleitt verið hjá þannig félögum að þau hafa ætlað sér að gera eitthvað og það hefur svona smitað út frá sér þannig að ég trúi ekki öðru en að séu fleiri góðir leikmenn sem hafa áhuga að koma til Njarðvíkur og ég vona bara að það verði þannig áfram en ég er bara spenntur fyrir framhaldinu og vonandi koma fleiri góðir leikmenn en það eru líka mjög góðir leikmenn í Njarðvík og við ætlum okkur að halda áfram að ná því besta úr þeim. Þeir áttu frábært tímabil í fyrra og ég er svo sem gefið það líka út að við ætlum ekkert í allt og marga breytingar en auðvitað fór Davíð tilbaka í Víking og við vitum ekki alveg hvað verður þar en við viljum reyna að vinna þetta svolítið hratt og reyna að vera konum með sterkan hóp þegar svona þetta alvöru prísísjón byrjar í janúar, það er klárt. Ertu með einhverja prófíla svona í huga sem þú ert að leitast eftir? Já, ég meina, þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst líka karakter og það er auðvitað svona sem ég horfi mikið í að við leikmenn séum með sterka karaktera en við erum náttúrulega með ákveðna stöður sem þarf að fylla inn í og við erum alveg klárlega með nöfn á blaði en svo sem alltaf ekki að gefa þau upp hér. En svona leikmenn sem eru samningslausir eins og Aron Snær markmaður, Sigurður Már hafsent, hver er svona staðan á viðræðum við þá? Er von á því að þeir verða áfram eða? Já, ég vonast þess að halda öllum þessum sem þú nefndir áfram en það eru auðvitað líka fleiri leikmenn sem eru samningslausir eins og Arnleifur og annað og ég hef átt samtöl við flesta samningslausa leikmenn Njarðvíkur og vonandi bara skýrast þau mál hratt. Takk fyrir. Takk.